Það þarf að segja okkur frá samþættingu mentorkerfisins við Google og Office 365. Það er svona 10 mínútur. Jæja, góða heimina. Hvað var það svo skemmtilega? Það er eitthvað sem að fólk getur skilið. Það er meira tækilegt að tala um tækningum. Samþætting á milli Mentor, Microsoft og Google og hvernig við getum nýtt það í kerfinu. Ég þannig að við fara í gegnum þetta hvað K3 snýst og við ætlum að geta á alltaf stuttu tíma kynningu fyrir hvernig þetta hangir saman. Til að einfalda þetta þá er þetta svona fjórþætt. Það er innskráningin sem að verður samþætt og þegar við tölum Microsoft og Google þá er yfirleitt skólinn velur annað gott, það er að vinna annað gott með Microsoft og Google og það eiginlega skiptir ekki máli fyrir kerfið og bjóðum og mjög svipaðar samþætting. Það er aðeins munur á hvað er hægt í Google versus Microsoft, þannig að það er svona svolítið sem að skólinn hægt á að ákveða hvaða leiðan sem er og hvaða möguleika við höfum þá til þess að samþætta. En í grunninn þá er þetta fjórþætt og þá er það innskráning. Að þegar við tölum þá bara Microsoft þá bara að þetta er eins í Google-legin að þegar þið skráðu ykkur inn í fyrsta skipti og það er búið að tengja skólan við Microsoft þá er þetta einum að tengja saman reikningana. Eftir það þá getur þið nýtt Office 365 innskráninguna til að komast inn í kerfið. Þannig að þá farið inn á Microsoft.is að þá veitum við að þið gefnum að þið notið saman browserinn og annað að þá veitum það að þið eru tengt og beinir beint inn á Microsoft skráningarsíðuna og þið getur skráð ykkur inn það og farið inn á mentorinn þannig. Það sem að gera fæst svo með þessu er að þá er búið að samþætta tölvupóstinn ykkar, dagatalið ykkar og OneDrive ykkar, þar sem að þið eru með skjölum ykkar. Við erum nú þegar búin að loka okkur inn hérna og ég veit ekki hvort þú tókur ekki á fyrir nokkað mín. Það var svona lítið mattur sem Office 365 innskráning, þannig að það er líka eftir að gera það þannig ef þið viljum hoppa beint inn ef þetta er ekki saman tölv og við vonum á það. En hér sjáum við hérna að skilaboðin sem er innan kerfisins segja núna að þið er 15 ólið sem skilaboð. Þau samanstanda núna bæði af skilaboðin innan kerfis og tölvupóstinn ykkar hjá Microsoft. Þannig að hérna getur þið séð að þið er 2 skilaboð innan kerfis og Office 365 póstur það eru 13 á lesin. Það sem við gerum þá hérna, við erum ekki búin að skrifa nýjan web-client, því að Microsoft og Google gera það mjög vel, en það gefur eins og beinan aðgang inn á Office 365 póstinn ykkar, þannig að bara með að klikka hérna að þá er strax komin inn í póstinn. Þannig að hérna getið þið þá hoppað svona beint á milli og þetta umhverfi sem er hérna, ef það verið að nota Office, þá þekkið þið að þetta er bara Office 365 umhverfið, bara það sem þið eru með allar þær verk sem er í boði í eitthvað skóla og þar með dagatalið. Þetta sýnir núna bara dagatalið eins og það lítur út í Office. Þannig að þetta er eins og þið þurfum að skilja að þetta er algjörlega óháð mentor, það sem við erum að skoða hérna. En ef við förum svo inn í mentorkerfið en það fyrir að láta mér nota Já, markminn er svo einfaldur, ég er þetta að sjá sér. En það sem ég bara skýr frá, þetta er eitthvað sem ég er að gera Þetta gerist að sjá sér. Þetta gerist að sjá sér. Þetta er nóg ég fyrir bóta. En það sem þið sjáðu þá, að það sem þið sáuð inn í Office 365 dagatalinu var að það var einn færsla sem ástóð ákvæðaskóli samþætting. Hún er sem sagt stofnuð inn í Office 365 og byrtist á hérna. Og það er þá algjörlega fór samþætta dagatalinu, þannig að allt sem þið gerir í Office dagatalinu byrtist hérna. Þið getur líka unnið þetta mentor megin og þið getur farið að skoða færsluna eins og þessa tilteknu færslu. En það sem við gerum hérna, við erum ekki að senda ykkur yfir, þið getur unnið þetta alfærið inn í mentorkerfið. Þannig að ef ég fer hérna og uppfæri þessa færslu og segi ákvæðaskóli samþætting 2, þá
það sem að gerist og skoðum þá þessa síðu og þá hún orðin ákveðskóli samfélagi í tveim. Þannig að innan mentorkerfisins þið farin að uppfæra fæslu sem að líka saman. Þannig að dagatalið orðið algjörlega samfætt þarna mikið. Það sem svo kannski aðalkosturinn við þetta þá skjalastjórnunin. Þið með í Office 365 þetta ótakmarkað geymslumark fyrir skjöl og þarna skjöl og þá erum við að tala þessar resource-afbyggju í slettifólki. Þá erum við að tala líkjóin og allt þetta. Þeir með spiklað geymslu eða hvað sem Þið þekkir núna loðs og námsklóturnar sem bara í K3 að það getið farið að hlaða inn gögnum sem að liggja þá á vondraðum ykkar. Þó að þið séum mikið á stóru mikið sem liggja þar, þá getið þið tengt það inn í lókuna, nota tengið svo að nemandann þar alveg eftir hvað nemandann að koma þess. Þannig að það er bara að fara að nýta þessar stóru gagnageinslu sem það. Eins þá getið þið með allan þann struktúr sem þið viljið fyrir verkefnin ykkar og tengt þá þau skjöl sem liggja þar sem það tilheyra verkefnum inn á verkefni sem þið tengið svo lókunum. Verkefnin birtast svo nemandanum þegar þið tengið það nemandanum. Þannig að nemandinn þá farin að fá aðgang af Office 365 skjali sem að þið tengdu þá í verkefni. Þannig að í sjálfu sér búið þið bara til verkefni og svo vinnið þið eins og þið eru vöð í kerfinu og bakið þá séðu það að birta þetta frá nemandans. Nemandinn getur svo fengið aðgang að sínu eigin OneDrive þegar hann búinn að leysa verkefni þá getur hann tekið OneDrive skjal sem hann hefur þá unnið í sínu OneDrive og hlaðið því inn í mentor. Það fer þá inn í mentorkerfi þannig að engin annar hafa aðfangaði og sjáu það sem búin að gera. Þetta fer miklu dýpra og ég veit ekki hver klárið þið eru á Office 365 en það er alveg brjálæðilegt það er mikið vindar á þessar skólaþróun hjá Microsoft og Google. Þeir eru búin að vera í mikilvæg samkeppni og síkastir þannig að þeir eru endalaust að bæta þetta umhverfi og það sem að gerist og það sem þeir eru að gera þeir opna alla þessa tækni fyrir okkur til þess að nýta til þess að styðja við skólamannfélagi. Þannig að við getum tengst inn á. Þeir eru til dæmis eins og við tökum OneNote sem að margir í skólanum nota, þá getur við búið til OneNote skjal sem að þeir sjáu svo að séra með nefndum að þeir opnið á og þeir búið til og nýtið OneNote. Það skjal getur svo sett inn og tengt lókuna og þegar nefndum fær það til sín að þá sé Microsoft að sína þeim bara að flytta í OneNote sem að þeir hafi þegar opnað fyrir. Þannig að það er líka mjög, það er margir svona möguleikar þegar við tala Word Online, þá getur þið farið að setja Word Online skjöl þar sem að tengda verkefni setja á 4 nemendur til að fá allir aðgang í skjali og fara að vinna með því. Þú verið einnig þarfinn að sýta þetta leið og tala? Já, það var svo miklu skemmtilega að tala. Við sá miklu skemmtilega að sjá líka. Já, og þeir kannski trúið mér ekki, þannig að ágætt ekki þið sýnt það. Hér erum við séð þessar 5 námslótu sem heitir startaði 10. bekkur og ef ég sýni strax bara hérna fengið í námsefni að þá erum við að tengja fullt af námsefni við þessa lótu og þið sjáðu strax að það er einhverju upplýsingar það. Það er að kenna það stendur OneDrive resource að þetta kemur annars það frá. Þegar ég er að tengja námsefni af því að það búið að samþætta þessar tiltekna skóla þá get ég valið ætla ég að nota það námsefni sem hlaðið í mentor eða ætla ég að setja inn á OneDrive. Þannig að þetta er líka alveg algjörlega samþætt. Þannig að þið þurfið ekki að fara út úr implementu kerfinu til þess að sækja ykkur þetta. Þið þekkið OneDrive sem þessi þessi mörgustúrkur sem við þekkir. En hér erum við fólk að ná í þau skjöl og þeir sem þið hafið aðgang að og þeir getur svo að vinna með það innan kerfisins. Þannig að í öllum tilfellum sem við erum að tengja þetta saman þá er hugsunin að þið þurfið ekki að fara úr þessum umhverfi í annan til þess að vinna af tölvupóstum þar sem þið farið þá bara inn í tölvupóstklæðin sem þið erum að nota og skiptum á það.
Þannig að hér eru, hérna sjáum við þá námsefni, hér eru þá líka einhver verkefni líka það sem að við skoðum þá verkefni sem að hérna er þá, þetta getur við allt það sem þið getur tengt viðhengi við, að þar þið farin að geta nota þessi viðhengi, þessi skjöl sem að leikur þá í vonbæð. Einn spurning með námsefni sem að fer til mentor, með lýsingun á því. Greitt sérstaklega fyrir það og hvað það víst? Lýsingin sem að lögður inn í mentor. Það innifalið í áskriftinu hjá okkur ákveðið gagnamark og ég vil ekki segja að það sé frít, það er innifalið við greiðum fyrir það, en það er innifalið í þessum gjöldum sem við í dag. Og það er ekki fyrir að þið farið yfir ykkur ákveðin stærðarmörk sem að það... Ég er að spyrja það, vegna þetta mun eskjuleita bara mjög hrætt ef að fólk fær að nota þetta. Það er eitthvað algjörlega á hreinu, við listum það okkar lýsingar aðeins og við erum ekki að lýsa þessu í skýrinu. Það sem að gerist er að við komum aldrei til að vera samkeppnishæfir í verðin við Microsoft og Google. Þeir reynilega fyrir skólasamfélagi bjóða ótakmarkað magn fyrir ekkert gjald. Þannig að það kemur alltaf, ef þú ætlar bara í eins og menntikenslu eða spekuluðu kennsluna, þar sem komur svo mikið gagnamagn, þá þetta orðið miklu hagkvæmari lausn. Hvernig verður svo gjaldskrá til að vita að við ætlum að keyra af stað og fara í þetta, að vita það sko hver reikningur verður? Ef þú ætlar að hýsa það inn í hjá... Eða skilur við fyrir að hlaða þar gögnum. Allir það sé ekki bara leið og ef við gefum okkur eitthvað svar í dag og þú ætlar að gera þetta eftir hálft ár, það er bara það sem margt að breytast í þessum heimi að við getum boðið betri verð eftir hálft ár. Og hún er tilbúin og þú getur bara haft saman tökum til að fá konuntökum. Gera það saman tökum, ég er að spyrja. Það er auðvitað, það tengist ábyggilega líka hvað þú verður mikið gagnamann í Nei, það sem við erum að tala um með mótlæði, það tengist Microsoft-umhverfum í það og það ótakmarkað magn sem þið getur gefið og það sem þú tengir það, þá við bara að sjá tengingina að fyrirtækja eftir stöðu. Við erum ekki að taka afrit af því, við erum ekki að færa lengur okkar, þannig að það er ekki einhver kostnaður við það gagnamagn. Ef þú ert með mikið af gögnum, þá komum við ekki til að vera samkeppnishæf við þessa aðeina. Þannig að ef þú ert að fara í spekulaða kennslu, þá var það eðlilega kostur að fara í Google eða Microsoft. Jæja, takk fyrir þetta viður.